Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Stefnt að því að á næstu dögum verði gengið frá samningum milli sveitafélagsins Fjallabyggðar og fiskeldisfyrirtækisins Arnarlax fiskeldisstöð í Ólafsfirði. Nokkurt skeið hefur verið rætt mögulegt fiskeldi í Eyjafirði og bárust nýlega fréttir af því að Arnarlax hefði hug á að koma á fót framleiðslu á svæðinu. Áformin hafa þó mætt nokkurri andstöðu og hefur þá verið bent á möguleg umhverfisáhrif sem af starfseminni hlýst. Gunnar Birgisson, bæjarstjóri í Fjallabyggð, segir að algjöra lyftistöng sé að ræða fyrir bæinn, enda geti fiskeldið skapað 70 til 80 ný störf. Við höfum átt í viðræðum við þá þegar hafa sýnt áhuga að hafa sína aðstöðu fyrir væntanlegt fiskeldi í Eyjafirði. Sjá okkur hérna í Fjallabyggð í Ólafsfirði og þær viðræður þá í gangi, en við reiknum með að verði skrifað undir viljayfirlýsingu núna fljótlega varðandi það mál. Ef öll tilskilin leyfi fást áætlað að framleiða 10.000 tonn af laxi á ári. Sjókvíum verði komið fyrir á nokkrum stöðum í firðinum en höfuðstöðvarnar verði í Ólafsfirði. Já, höfuðstöðvarnar verða sérst í Ólafsfirði, sláturhús og annað slíkt. Hvað áætlað að þetta muni hafa för með sér mörg störf fyrir Ólafsfjörð? Það getur verið 70 til 80 störf sem þetta myndi þýða. Hvernig störf eru það? Já, það eru af mörgum toga. Það reiknar með að 1/4 sé háskólamenntað fólk og svo náttúrulega innmenntað og ófaglært líka. Hvað það sem að gerir Ólafsfjörð heppilegan fyrir starfsemi að þessu tæki? Það er tilbúin höfn sem er lítið notuð. Það er gott svæði, bæði fyrir sláturhús eða fiskvinnsluna og líka þjónustuna við kvíarnar sem það er töluvert mikið pláss. Þetta er allt í staðar í Ólafsfirði, þetta er eiginlega draumarstaðan fyrir hvaða fiskeldisfyrirtæki sem er að setjast þarna að. Eins og þekkt orðið hefur átt sér stað mikil uppbygging í Fjallabyggð á síðustu árum og þá einkum á Siglufirði og segist Gunnar fagna því að nú horfi sömuleiðis til bjartari tíma í Ólafsfirði. Við erum alltaf fagnum öllu sem nýjum atvinnutækifærum og fiskeldi er eitt af þeim sem skapar störf. Störf í þessum brothættu byggðum eins og hérna hjá okkur. Það er alltaf við tökum því fegins hendaðilega til að efla hér byggðina og gefa ungu fólki hér í Fjallabyggð tækifæri til að eiga heima í Fjallabyggð geta unnið við sitt fag þar. Og Ólafsfjörður hefur margt gott að bjóða. Innviðirnir eru sterkir. Við erum með leikskóla, við erum með grunnskóla, við erum með framhaldsskóla, frábæra íþróttaaðstöð. Þannig að auðvitað þetta tækifæri fyrir Ólafsfjörð og líka gott fyrir það fyrirtæki sem sest þar að. Ýmsir aðilar hafa lýst efasemdum sínum fiskeldi í Eyjafirði, enda er slík framleiðsla umdeild út frá umhverfissjónarmiðum og ekki að fullu ljóst hvaða áhrif hún muni hafa á lífríki á svæðinu. Gunnar gefur lítið fyrir þessa gagnrýni, enda verði farið eftir öllum stöðlum og reglum starfsemina. Og ég hef ekki nokkur að trúa öðru heldur en að það geti það gangi eins og annars staðar í öðrum löndum og annað, og þetta er náttúrulega mikið á Vestfjörðunum og hefur algjörlega bjarga byggðinni þar á Suðurfjörðunum og mun gera það líka á Norðurfjörðunum, þannig að við fagnum þessu en segjum að verður að fara mjög stíft eftir lögum og reglum sem þetta gilda, en ekki vera kannski að hafa hávaða út af því að vera mótið í að hafa rök fyrir því. Nú þetta er fiskeldi í rauninni bannað á öllu Norðurlandi fyrir utan kannski Eyjafjörð, það er einhver ástæða fyrir því? Ástæðan er svo að þetta er bannað alls þar sem verður laxveiðar og mjög merkilegt að menn að tala um mengun út af þessari starfsemi og annað. Ég á nú gamla skólabræður sem eru sérfræðingar í þessum fræðum og þeir segja við mig, veistu hvað er mesta hætta fyrir fiskeldi á Íslandi? Ég hafði ekki svarið því að svarið er að það væru sýktir villtir laxastofnar. Það er mesta hættan. Ég vissi þetta ekki áður. Menn ásvöld talað mögulega áhrif á bleikjuna eða fyrir sem þetta er umfangsmikil, ef henni ágjör á því?
Ég veit ekki hvað að segja það. Það nú 2 ár sem nú sterkastar í því. Ég fer á að harka á. Bleikjustofninn hefur, má segja, hrunið í báðum þessum ám á undanfarnir 10-15 árum eða minnkað verulega og ekkert fiskeldir í gangi fyrir núna, þannig að ég held að með þurfum að hugsa sig gang og ekki vera að gagnrýna þetta nema að vita hvað menn að tala. Og sumir segja að það stofnið sé það illa á sig komin að það ætti að banna veiði í ánum og hvíla þeir einhver ára skeið. Og hver eru svona næstu skref í þessu hjá okkur? Það þarf vantarlega að fara í gegnum umhverfismat og slíkt. Hver eru næstu skref? Já, ég get náttúrulega ekki svarað því fyrir hönd Arnarlax. Þeir munu fara í sitt umhverfismat og koma með sína tillögur og svo gengur þetta bara sinn vana gang og eðlilega gang. Það verður gerðar athugasemdir og svo kærur og annað og því verður bara væntanlega svarað að þeim sem sækjum þetta, það er að segja Arnarlaxi. Hefur einhverja hugmynd hvenær fiskeldi gæti hafist hérna á svæðinu og í Ólafsfirði? Það er ómögulegt. Ég er bara að vona að vera sem fyrst. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.